Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Komið sæl og blessuð, velkomin í reynsluboltana. Nú krefjum við fréttir og þjóðmál líðandi stundar. Ég heiti Björn Þorláksson. Með mér eru þrír góðir gestir, eins og jafnan í þessum þætti. Það ber fyrst að telja Viðar Eggertsson, leikara. Vertu velkomin. Takk. Svo ertu náttúrulega með þingreynslu og ýmislegt fleira. Það tækir langa tíma. Ég játa að ég hef lifað. Já, þú hefur lifað. Margrét Tryggvadóttir, rithöfundur, fyrrum þingmaður einmitt og formaður rithöfundasambandsins. Vertu velkomin. Kæra þakkir. Spotti síðan þú hefur verið hérna hjá okkur. Já, allan í þessu þetta. Allavega þessu þetta. Já. Svona rétt skríður inn í það að teljast reynslubolti. Já. Ha. Ég hef ekki lifað eins lengi. Ég hef ekki viljað fá þennan. Og Ólafur Arnarsson, blaðamaður á DVF-1, velkomin og hlaðvarpsstjórnandi einnig. Takk. Gaman að fá ykkur öll. Ég ætla að hefja leika á spjalli fjölmiðla. Ég var að viðurkenna það þegar ég vaknaði í morgun. Það fyrsta sem ég geri þegar ég vakna, það er að ég teygi mig alltaf í símann af því ég vinn við það sem ég vinn. Og ég skal bara játa það að fyrsta sem ég geri alltaf á mótnana er að ég les mokkan rafrænt yfir í símanum mínum. Og það blasti við þessi frétt að Hamas væri bara komið til Íslands og leikur lausum hala, hryðjuverkasamtök í bílastæða kjallara. Og þetta er ekki smá frétt, það er bara eiginlega öll forsíðan og ég leitaði einhverjum sem merktur fréttin og ég finn hann ekki. Hvorki fremst né aftast og ég hugsa með mér, já, þetta er mjög óvinnulegt. Og það sem hefur gerst síðan er að lögreglan hefur borið tilbaka í rauninni þessa frétt. Það eru fleiri fréttir inn í blaðinu sem að vekja furðu mína, verði ég bara að segja í dag og það hefur svona verið ákveðin þróun í gangi hvað varðar Morgunblaðið sem fjölmiðil. Það er til dæmis talað bænakvak, einhvers, þetta er fréttateksti. Múslimi sem að vinna við það að slátra lömbum í sláturhúsi á Íslandi, að þar kemur orðið bænakvak fyrir, sem er orð blaðamannsins sem skrifar fréttina. Og á hverju langar mig að byrja á því að ræða þetta við ykkur? Jú, vegna þess að mér finnst þetta ekki bara að vera einkamál morgans í dag, mér finnst þetta hluta einhverju svona samfélagsþróun og mér finnst þetta mjög trumpíst ef ég bara segja ykkur alveg sér. Þá liggur það fyrir, svo ástæða mín og Viðar, gjörðu svo vel. Já, hvað finnst þér þetta? Þetta vakti nú athygli mína, sko ég veit þetta er mjög vondur siður að vakna á mótnana og byrja að lesa Morgunblaðið. Svona maður alltaf að fara svona bjartsýnn út í daginn, en að því að maður er reynslubolti að þá getum maður bitið á jaxlinn og látið ýmislegt yfir sig ganga, en þetta fannst mér ótrúlega frétt, þessi sem þú ert að vitna í. Og það sem merkilega er að fréttin er óstaðfest, hún er sem sagt höfð eftir ónafngreindum lögreglumönnum og það líður nú ekki langur tíma til lögreglan ber þetta tilbaka, en þú talar þennan trumpisma. Þetta er akkurat aðferðafræði Trump. Það er að kasta út í alheiminn og út í kosmósi alls konar bulli og draga það svo tilbaka sent síðir, en skaðinn er skeður. Það er viljandi gert að kasta svona fram því að þetta er komið af stað og þó svo kom einhver leiðrétting seinna, þá er þetta ennþá eftir. Og þetta hefur litað umræðuna, þetta litar samfélagið og þetta er svo ómerkileg fréttamennska sem nokkuð getur verið. Og þetta með bænakvæki sem vart að vitna til, þannig sem þetta verið að í sláturhúsum verið að slátra eftir ákveðnum reglum sem er á markaði, það verið að selja lambakjöt á markaði þar sem eru múslimar og það þarf að beita ákveðnum aðferðum, þannig að það sé hreint og þar með farið með einhverja bænir, ég meina svo að kalla þetta bænakvak, þetta er sami fjölmiðill og heimtar að öll börn í skólum læri kristnifræði, alveg sama hvaðan þau koma og það er ekki kallað bænakvak. Nei. Þá er það einhvern upphafning á einhverju menningu og þetta er ekki sjálfsagður hlutur.
Já, og römmunin á þessu líka, þetta forsíðu frétt, þetta 5 dálka, þetta eiginlega pólitísk yfirlýsing frekar en frétt. Ég sé ekki betur. Já, sko, þetta náttúrulega, ég sá þess að frétt fyrst í gær á MBL. Já, var hún komið og þá var þetta komið og bara svona lítil frétt og eins og svona einhver sögu eða svona orðurómur eða eitthvað svo les og þannig að mér bránur svolítið í morgun að sjá þetta svona alveg fullum fréttum en ég náttúrulega þar í myndateksta kemur bara fram að ef ég man það rétt að þetta sé óstaðfest sem náttúrulega alveg fullkomlega galið af ykkur sem kalla sig eða þykist vera meginströms fjölmiðl að setja fram þannig bara eitthvað sem bara eitthvað sögursagnir eða eitthvað og bara þú veist það fyrsta sem við vissum af eða fréttum af þessum hörmungar atburði sem glæpsamlegur og allt það þannig væri fyllt af einhverjum mönnum sem hefðu lítil sem engin tengsl við Ísland og en að það sé þú veist hægt að setja þá í einhverjar flokka þá með þessum hætti það náttúrulega kannski bara ekki teldur hægt heldur. Þú hefur nú skrifað bækur Já. Sem reyna að hamla gegn útskúfum, mismunum. Já, mína bækur eru miklu pólitískari en kannski flestir átt sig á. Já, ég átti mig á því. Svona diggur lesandi. En já, mér finnst það bara mjög mikilvægt því ég að skrifa fyrir börn og ungmenni að það finnst mér bara mjög mikilvægt að svona reyna að lyfta mennskunni og bara, já, að gefa, þú veist, flest fólk bara mjög gott og þú veist, það mannskepninni bara eiginlegt að vera fordómafull að því við hræðumst það sem við þekkjum ekki en svo leið að við kynnumst því þá eru yfirleitt bara flestir góðir. En finnst þér Morgunblaðið ekki vera frekar að sundra heldur en saman? Jú, það finnst mér, bara hreint og mjög finnst þetta í raun að veru eitthvað sem að ég skil ekki ef að þetta ekki mál sem ætti að rata inn á borð síðarnefndar blaðamannafélagsins eða inn á borð fjölmiðlanefndar sem á að hafa eftirlit með fjölmiðlum. Já, við erum nú með formann blaðamannafélags sem að hefur nú ekki verið hrifinn af því að taka snerrur við þessa stóru sterku fjölmiðla sem að Nei, síðanefnd hlýtur að þurfa að standa bara sem sagt óháð fórustunni og á hverjum tíma. Já, ég var eftir að sjá það. Já. En Ólafur, ert þú ekki fyrir blaðamaður á Mogganum? Nei, aldrei starfað á Mogganum. Men þú ert fyrir framkvæmdastjóri Sjálfstæðisflokksins? Þingflokksins, já. Þingflokksins. Já. Og það var nú svona talað að það væri nú svolítið kósi oft á milli Sjálfstæðisflokks og Morgunblaðsins og svo sem engin launung að það verið. Nú hann Davíð okkar allur, farinn sem ritstjóri. Maður hélt kannski að blaðið myndi breytast og ef það að breytast þá það breytast í kannski átt sem maður átti ekki alveg vona að það myndi fara. Málgagn Miðflokksins, frekar. Er það ekki? Pæling? Jú, það þegar ég sá þessa frétt í morgun þá svona skaut upp í kollin á mér þeirri hugsun hvort að þegar allt kemur til alls að Davíð hafi kannski verið einhvers konar rödd skynsemi inn á Morgunblaðinu. Ég veit svo sem ekkert það en þetta var náttúrulega ný lægð hjá Mogganum og ótrúlega óábyrg fréttamennska og þetta var hrein falsfrétt og þetta er náttúrulega maður sér alveg í hvaða akur verið að sá með svona fréttamennsku. Já, viltu klára þá hugsun aðeins betur bara fyrir hlustundur og áhorfendur? Já. Það er verið að höfða þarna til þeirra hópa í samfélaginu sem Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið dálítið að beina sjónum sínum að sem Miðflokkurinn beinir sjónum sínum að og hefur orðið vel ágengt. Þetta er fólki sem er hrætt við breytingar, það er hrætt við umheiminn, það er hrætt við útlendinga, það trúir öllu upp á útlendinga og heldur að Ísland sé svo miklu betra en það er. Og þá dettur mann í hug hvort þessi frétt sé beint stak inn í átökin ESB. Já, ég held þetta að sé allavega nú sama meiði
hvort þetta sé beinlinis það sé sko að því að við vorum alveg búin að sjá svona tendensa áður en að ESB umræðan blossar upp aftur. En ég held að þetta sé svona saman með og ég bara tek undir það sem Ólafur var að segja að já, þetta svona það að vera kind undir hræðslu í báðmálum. Já. Hvað sem þú vilt segja það Viðar? Já, sko þetta bara í grunninn það sem að setja þarna byggja vegg á milli okkar og þeirra og allir þeir sem eru ekki við eru hættulegir hvar sem þeir eru jafnvel í svipuðum löndum Evrópu og svipuðum samfélögum eða sem að koma lengra að og maður að hugsa þetta sko hversu erfitt að verða útlendingur á Íslandi fólk sem að hingað kemur og árun veru ekki tengslanend og hefur ekki rödd og jafnvel verður fyrir sko alls konar misrétti að það eins og launaþjófnaði og þetta misrétti meir og minna af hendi rótgróinna venjulegra Íslendinga. Það eru Íslendingar sem fremja glæpi á fólki sem kemur hingað til að vinna eða hjálpa okkur að reka samfélagið sem allir þessi grunnstörf samfélagsins sem eru meir og minna synd af fólki sem hefur komið hingað til þess að lifa aðeins betra lífi eða til þess að á eitthvað nátt að flýja eitthvað verra líf að það verður útsett fyrir alls konar glæpum fröndum af Íslendingum. Allir þessi launaþjófnaður, allt þetta misrétti á vinnumarkaði þetta allt Íslendingar meir og minna sem eru að fremja þetta en Morgun ekki með það á fyrirsögna frétt þá sér, ég hef ekki lesið stóra frétt á forsíðu Morgunblaðsins launaþjófnað til dæmis á Íslandi. Nei. Viðar, ein ástæða þess að ég bað þig að koma í dag svo að ég rakst á færslu hjá þér á Facebook þar sem út að rifja upp samskiptið þín við Diljá Mist Einarsdóttur aftur í tíman. Það náttúrulega hafa orðið þau tíðindi núna talandi hópa sem standa veikari fæti fyrir að það orðið þau tíðindi á Alþingi að það verið að vísitölubinda laun öryrkja og þú getur kannski endursagt sögu. Þetta bara einfalt sko, þetta búið að vera svolítið barátta það að segja að lífeyrir sem greiddur fólki, hvort sem það vegna örorku eða aldurs sem dæmi, að hann hefur verið að dragast aftur úr lágmarkslaunum sem við köllum svona í daglegu máli kalla kjaragliðnun. Það að segja að lífeyririnn hann heldur ekki í við lægstu laun, samningslaun á vinnumarkaði. Og þessi kjaragliðnun kom þegar ég var inn á þingi fyrir 3 árum, þegar ég fór inn sem varaþingmaður, þá fékk ég sérstaka umræðu þessa kjaragliðnun við þáverandi fjármálaráðherra sem var formaður Sjálfstæðisflokksins, Bjarni Benediktsson og þarna þá eins og í sérstakri umræðu þá stíga þar í púltið á Alþingi fulltrúar allra stjórnmálaflokka og það var svona allur gangur á því hvernig þeir höndluðu þessa umræðu en það var mjög áberandi sko afstaða Bjarnar fjármálaráðherra og formann Sjálfstæðisflokksins að hann gerði mjög lítið úr þessu og fannst þetta nú algjör túmbúk að vera að tala þetta. Ég held að þekki ekki fólk sem býr við þessi kjör. Ég held að enginn í fjölskyldunum hans búi við þessi kjör. Ég held að enginn í vinahóp hans búi við þessi kjör. Ég held að hann aldrei mætt þessu fólki. En það var mjög áberandi að síðan þá var mér boðið að koma í Silfrið þegar Egill Helgason var þá með Silfrið og til að ræða þetta frekar og þar var kölluð til Diljá Mist Einarsdóttir, þáverandi þingmaður Sjálfstæðisflokksins og hún tók algjörlega upp bara orðuræðu Bjarnar og fannst þetta nú bara algjör túmbúk og ég nefni hana bara vegna þess að hún ennþá á þingi, Bjarni farinn og í þessari umræðu þetta frumvarp ríkisstjórnarinnar að fara að binda enda á þessa kjaragliðnun og fara að vinna gegn henni
í lámas lífeyri til þeirra sem að höllum fæti standa, þá heldur hún upp í sömu orðræðu og við hafði 3 árum áður og þess vegna tók ég hana sem dæmi af því að hún var með mér þarna í umræðinu. Hún er að fáum þingmönnum sem tók þátt í þessari umræðu sem enn á þingi og þetta svo lúalegt raunveru af reynda Framsóknarflokkurinn satt hjá í þessu dæmi, það var Miðflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn, þegar við erum raunveru að tala fólk sem bara á strípuðum lífeyri. Og það ekki verið að ausa peningum í þetta fólk að bara vera að stoppa þessa kjaragliðnun. Það mun taka nokkur ár ef ekki áratugi að loka þessari glufu. Og þegar að því kemur þá lífeyriskerfið hjá okkur þannig að þá verða komnar inn kynslóðir meir og minna sem hafa miklu sterkari lífeyrissjóði og eru sjálfbærari sem eldri borgarar til dæmis. Þannig að þetta eru tiltölulega fáir sem eru að njóta þessa, þannig að það alltaf, það stækkandi hópur eldri borgarar til dæmis, en hann þarf minna og minna, hver og einn, af því hann með sterkari og sterkari lífeyrisréttindi. Þannig að fjöldin sem með tiltölulega lága greiðslu verður alltaf stærri og stærri, hinir verða færri. En við þurfum að hugsa þetta fólk sem á ekki þessa lífeyrissjóði af ýmsum ástæðum vegna veikinda, örorku eða bara kynbundins misréttis á vinnumarkaði. Þetta eru oftast í meiri hluta konur sem hafa verið að sinna bú og börnum eða verið að vinna láglaunastörf, hafa orðið svo útslitnar af orðið kannski öryrkjar upp úr 60 sem mjög algengt með þessa kynslóð. Og við verðum að halda utan þó þetta sé ekkert stór prósenta, þá á bak við hverju einustu prósentu í samfélaginu manneskjur. Það ákveðin fjöldi af einstaklingum sem 1%. Það ákveðin fjöldi af einstaklingum sem þá 5%. Og þetta fólk má ekki gleymast þó þetta sé lítil prósenta. Og að standa fyrir málþófi í þinginu gegn þessu þetta af allt öðrum toga heldur en bara á móti þessu fólki. Þetta eins og við sjáum núna að stjórnarandstaðan og sérstaklega öll stjórnarandstaðan og oft það bara Miðflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn að búa til málþóf í ótrúlegustu málum, jafnvel málum sem þeir börðu sjálfir fyrir og síðasta þingi eða máli sem enginn ósammála vegna þess að þetta taktík til að tefja fyrir. Og þetta bara stóð í Morgunblaðinu daginn einn af þessum pólitísku blaðamönnum þar, Andrea Jóhannsdóttir, að hún segir það berum orðum, stjórnarandstaðan að tefja öll mál til þess að hún sé betri stöðu til að semja þinglokin. Því þá komum við aftur að ESB-dæminu. Það engar sérfræðikunnáttu í þetta. Því að það þarf að þessi þingsályktunartillaga þarf að hafa gengið í gegn fyrir 29. maí. Og þegar að vera að draga að 29. maí, þá þarf að fara að semja. Þá en líka, það koma sveitarstjórnarkosningar maí. Og þingið í hálfsmánahlé. Þetta ekki svo margir dagar. Mér finnst mjög trúlegt að þetta mál verði ekki sett á dagskrá aftur fyrir eftir sveitarstjórnar. Já, og þá það búið ákveða það og það búið að tilkynna. Það kemur úr nefndinni til seinni umræðu. Bara strax og eftir. Og þeir eru bara að keppa að því að þegar máli kemur aftur á dagskrá að þeir séu í svo sterkri stöðu að geta samið hlutina. Að stjórnarandstaðan bara í þessum leik bara til þess að valdefla sig í þessari samningsstöðu. Það bara verið að tekna upp víglínuna, Misminni mig að varst þú einmitt á þingi 2009-13? Ég var þá, já. Þá föttuðum við þetta kerfi, af því að þá var tiltölulega nýlega búið að breyta þingsköpunum, þannig að
að því að áður gastu sko tala endalaust, bara svo lengi það varst með fullorðinsblei og nóg koffein í líkamannum, þá bara gastu haldið áfram en svo var þessu skipt niður þannig að semst í frumvörpu með 3. umræða önnur umræða í raun endalaus og seinni umræðin í þingsályktunartillögu eins og þetta þjóðaratkvæðagreiðslan og en sem sagt ræðurnar styttast alltaf en í staðinn voru sett inn andsvörin sem að eiga að gera þingstörfin sko líflegri en þau gera þetta bygg sko þótt að ræðan sem bara 5 mínútur þá eru 20 mínútur í andsvör að því að 4 geta farið í andsvör og hver getur talað, þú veist, 2 svar og þá eru þau reynda styttnir í mínútu og svo þarf tími að fólk að labba á púltin og þetta þannig að þá sko hver ræðumaður komin í 25 mínútur slott. Við byggum bara til Excel-skjöl þegar við vorum í iSafe, sko. Og þú veist, stjórnarandstaðan þá eða ég held að menn hafi ekki átt að sjá hvernig þetta kerfi myndi virka að þetta náttúrulega algjörlega út í hött. Sko, raunum verið það sem gerist líka að þau taka dagskrárliðin svo fundastjórn forseta. Já. Og hann alltaf í orðið sko margir klukkutíma. Sko. Já, og það tók taka hann. Og til dæmis núna, ég veit ekki ég var á 3. umræða á einhverju sko vennilega 3. umræða tekur bara mjög stutta tíma en maður held ég 5,5 tími daginn 3. umræðar almannatryggingamálin sem var bara að vera að tegja það í raun ætti bara ef það einhver breytingur nefnd þá þarf kannski eitthvað að ræða það en svo þetta bara atkvæðagreiðsla sko í raun að veru Sko, mér langar að reyna að varpa því upp hvort við getum farið upp yfir menn og málefni og stöðu okkar, hvort við styðjum ríkisstjórnina eða ekki, hvaða afstöðu við höfum til ESB eða ekki, bara heilt yfir þetta kerfi, þetta málþóf. Já. Rosaleg sprungu þreita í mörgum vegna þessa ástands. Ég sá flotta fræðimenn flytja erindi dýrmætan vinnutíma Alþingis fyrr í vetur og get ég spurt ykkur sko bara hvað okkur finnst þetta lýðræðislega og bara svona vinnustaðarlega? Sko, ég hef mjög sterkar skoðunar á þessu og mín skoðun svo að það sé búið að eyðileggja ræðustól Alþingis. Það, sko, þar, kerfið þannig að þar hinn sýnilega umræða. Því að það eru þetta umræða og umfjöllun í nefndum og það yfirleitt bara frekar faglegt og gott starf og allir geta sendt inn umsögn og það alltaf ljós hvað er verið að ræða. Það hins vegar ekki í beinni útsendingu. En það sem að gerist þarna að ef að mig langar að sem nú bara, þú veist, að reyna að vinna vinnuna mín og svona og lifa mínu lífi, mig langar að fylgjast með einhverju. Það fullkomlega sem að gerast þingin, það er bara ekki hægt. Þú veist, ég veit, það eitthvað dagskrá, maður veit ekkert hvenar, hvað á dagskrá, klukkan hvað, einhver umræða getur verið korter eða hún getur verið 5 klukkutímar eða þú veist, 3 vikur, maður bara veit ekkert þetta og þegar ræðurnar eru komnar bara, þú veist, fólki farið að ræða bara hárbustan sinn, skilurðu, eða eitthvað, sko, eitthvað staðar í þessu umræðu kom kannski eitthvað merkilegt fram. Hvernig eigum við að finna það? No. Það er ekki nokkur einasta, sko, það er ekki nokkur einasta leið þegar þetta komið út í málþóf að eitthvað, þú veist, þarna á í raun að reifa málin og öllum þjóðþingum sem við berum okkur saman við, þá er ekki þannig að allir þingmennir, þú veist, þeir eru kannski 1000 eða 600 eða eitthvað, þeir geta ekki allir tjáð sig öllum málum. Flokkarnir eru með talsmenn, þú ert bara í þessari nefnd, þú tekur þetta mál og ef það er ekkert í gangi í þinginu, þá er það yfirleitt svoleiðis. Svo ef þú hefur eitthvað sérstakan áhuga á þessu, þá bara, þú veist, ferðu inn í máli líka, skilurðu, því að þú hefur reynsluur fyrir starfi eða einhverja sérþekkingu eða bara áhuga, allt í fínu, það má, en þetta er bara bull og það er bara, fólk að segja, þetta er nú bara 3. ræða mín, veitu hversu lélu ræðumaður ertu, það er ekki ennþá komin að karta málsins í 3. ræðu, sko. Þetta er stóra orð, það búið að eyðileggja ræðustól Alþingis. Sko, í mínum huga er það bara þannig og líka bara í öllum þingum öðrum.
sem ég hef skoðað að þar bara, þú veist, það á dagskrá, það svona gróf dagskrá þingið, þú veist, við veitum hvernig, sko, í byrjun dags, sko, þá þú veist, það ljóstað á, 2 vikur starfsþingsins, fyrirspurnadagar, mánudum, miðvikudum, það svona, þú veist, það dagskrá, en svo bara veistu ekkert meira. Mér fannst það góð að þú ert að tala þetta hvernig unnið almennt í þingum. Mér fannst það mjög athyglisvert þegar ég fór þarna inn í þessum litla þingflokki sem ég var í þá hjá Samfylkingunni að þáverandi þingflokksformaður sem að Logi Einarsson, hann sagði einfallega við okkur og mig og sko við þurfum ekki öll að standa upp í öllum málum. Við stiftum með okkur störfum, við komum til stila okkar viðhorfi og búið. Og það, þó að fólk segja að það alltaf málþóf, nei, það þarf ekki alltaf að vera málþóf. Það ekkert allir sem hafa stundað málþóf og þessi þingflokkur sem ég var í þess nokkra mánuði sem ég var, hann stundaði ekki málþóf. Með þess að við þurftum bara að koma til stila okkar viðhorfi og búið. Þetta miklu skilvirkara. Miklu skilvirkara og stilsamlega. Svo held ég líka og ég held að sko þorri kjósenda, hann sér þetta og mislíkar. Algjörlega. Það virðist höfða til samt tiltekins hóps, miðflokkurinn var bara eins og púkin á fjósbitanum eftir málþófið, en við sáum að Sjálfstæðisflokkurinn hann skrapp saman, Framsóknarflokkurinn skrapp saman og þannig að kjósendum mislíkar þetta, það því miður engin merki þess að þingmenn þessara flokka séu búin að átta sig á því hvernig þetta fer ofan í kjósendur. Hugsaðu þetta með Er raunverulegur möguleiki á að þeim takist að koma í veg fyrir að það verði gengið til þjóðaratkvæðagreiðslu í ágúst? Forseti þingsins hefur náttúrulega úrræði ef það verið að stunda málþóf. Finnst ykkur það stefna í að þessu kjarnorku ákvæði? Það mjög sérkennilegt núna, það búið, sem forsetarinn búin að tilkynna að það verði lengri fundadagar og fundatími að þau þurfa að tala svo mikið þetta stundaraðstöðin, þeim leggur svo mikið á hjarta að tala plasthappa og allt. Skólastjóri barnaskóla ræður ekki við plasthappa, það þetta tíðindi sjálfur sér. Gæti útskýrt margt. Íslensku skólakerfi. Þetta þetta bara neyðarlegasta ræða sem hann deilir í þingsugunni á þessari öldhelti. En þau geta þetta en hugsaðir, sko eins og Ólafur segir réttilega, ég meina að þau fórna svo miklu og þau, sko þegar forseti þingsins tilkynna það verði svona lengur umræða, þá fara þau að tala bændur. Þingfyrirkomulagið því miður, það var sniðið að bændastéttinu sko frá því á síðustu öld og að því að þeir þurftu að komast í réttir og þeir þurftu að var sauðburður og allt þetta og þeir eru orðnir pái bændur á þingi en þetta full vinna og það þarf ekki að vera í sauðburði að þá sé segja að þetta sé aðför að bændum að hafa þingfundi. Já, því að og svo gerist þetta þingið á sama tíma. Já, og svo bara á vorin að lengja þingfundi, vera fram í júni og bara fram í En voruð ekki aðalega að vísa í, þau voru búin að bjóða bændum að búna þinginu í eitthvað kvöldverði. Það hefð fyrir því að ég var í svona uppreisna flokki og ég hafði aldrei heyrt þetta bænda þing á það ég var alltaf að batna aldrei því ég var kosin á þingi en þá fengum við rosa skrítið bréf frá bændasamtökunum þar sem okkur var tilkynnt að vera hefð fyrir því að þingflokkar byðu bændum í á Hótel Sögu, bara tækja leigu eitthvað herbyggju byðu þeim í kvöldmatt eða partí. Á húsnæðinu þeirra, leiguðu húsnæði þeirra. Já, og til að bjóða þeim í partí og við sagðum bara nei takk, við veitum aldrei áfengi og vorum ekki með það árið. Svo vorum við ýmsir þingmenn sem komu daginn eftir að þetta var náttúrulega meiri viku, komu svona ansið framlágir, hafði verið að djamma með bændum og veita og fengið sér svolítið sjálfur og svo var þetta nú sko að þetta nefnilega þetta olli usla þegar og svo þetta var náttúrulega sumarið eða þegar við vorum með mitt eða árið sem vorum að sækjum
í ESB 2010, líka já. og sömu aðstæður því að það var líka það mál í sem sagt þinginu og samfylkingin hafði haldið þarna partí líka eins og í einu herbygginu að því að sko svo átti bandinur að fara á milli en það hefði enginn komið og þannig að árið eftir í fyrsta lagi hafði 1 af 5 þingmöllum sem sagði bara nei takk og enginn hafði komið til samfylkingarnar þannig að næstu 2 ára á eftir þá voru að gera tilraunir með fyrst sko held í kvöldverð og svo hádegisverð þar sem þeir buðu okkur og það ég held að þeir hafi dregið og við áttum þarna einhverja þingflokkur hreyfingarinnar áttu þarna kvöldstund, ágæta kvöldstund með bændum sem að þeir semst buðu okkur í mat og við vorum í einhver herbyggja og það var bara mjög gaman og mjög fínt og siviliserað og árið eftir held ég við hefði verið í hátinu svona hlaðborð og mjög gaman og gaglegt og allt það en nú þetta greinilega farið í fylliríðin aftur það bara ég ætla að halda áfram að ræða ESB við ykkur Ólafur, viljum við lenda á milli stórveldisblokka sem eru að toga heiminn í ódreiknanlegar áttir þegar fílarnir dansa ekki gott að vera gras svo ljóðræn er utanríkisráðherrann okkar á fundi í morgun á Alþingi utanríkismálanefndar hún sem sagt að segja okkur að nú séu viðsjárverðir tímar slíkir utan landsteinana að við yrðum ef við værum gras óvarið þá myndum við verða fótum tróðin hún er í rauninni að tala öryggisrök sem að hennar mati íta enn frekar á eingöngu í ESB Þetta er alveg rétt hjá henni. Þú ert sammála? Ég er alveg sammála og það er nefnilega þegar kemur að því að huga að öryggi Íslands þá ekki bara öryggi gegn ef hernaður uppi við þurfum líka að horfa á sko viðskiptaöryggi okkar bara lífsafkom okkar. Þú ert hagfræði menntaður. Já, einmitt. Og það getur verið voða gott og gaman að vera utan tollabandalaga þegar allir eru sammála það að tollar eigi að lækka og helst hverfa þá þarf ekki að vera í neinum tollabandalögum. En þegar tollastríð skellur á þá mjög vont að vera utan tollabandalaga og við sjáum það eru konir háir tollar á nær allar íslenskar vörur í Bandaríkjunum. Við sáum þó að Evrópusambandið svona klæðskera saumaði nú járnblendi tollana þannig að þeir lendi ekki á okkur þá er það alveg klárt mál og kom skýrt fram þar. Við erum ekki í tollabandalaginu sem er Evrópusambandið. Við erum utan þess og það þýðir að við getum lent á milli og það er ekkert sem bendir til þess að heimurinn sé að snúa við blaðun aftur og fara í sömu átt og Bandaríkin hafa raun og verið leitt heiminn allt þangað til þessi maður varð forseti. Það eru alla líkur á því að við höfum eftir að sjá frekari tolla átök og ég fyrir mitt leyti segi þá er gott fyrir smáríki eins og Ísland að vera í sveit, vera innan tollamúra í öflugu tollabandalagi. Amen bara. Þetta er bara algjörlega sammála. Mér finnst, ég hef svolítið athyglisvert, ég var á svona ellismellafundi í morgun sem vorum að ræða meðal annars Evrópusambandið og þarna var ágætur maður sem hefur góða reynslu af því að vinna í stjórnsýslunni í Evrópu fyrir Íslands hönd og hann vakti bara athygli á mjög svona fundamental atriði í umræðunni. Hann sagði við höfum aldrei að tala undanþágur. Þetta er bara stigsmunur. Það er aldrei undanþágur. En það eru sér lausnir aftur á móti. Þetta er grundvalla hugtækamunur sem við þurfum að tileinka okkur. Að við erum ekki að biðja undanþágur, við erum að tala sér lausnir.
flestul þjóðfélög fá sér lausnir sem eru innan Evrópusambandsins eða semja aðild vegna menningamunar, vegna landfræði, sérstöðu, vegna hefðaréttar og svo framvegis og þarna komum við til dæmis að landfræðilega stöndum við mjög vel að vígi til að fá alls konar sér lausnir. Við erum eiland lengst norður í hafi. Við þurfum öflugan landbúnað fyrir okkur upp á matvælaöryggi. Það alveg skilningur fyrir slíku innan Evrópusambandsins. Við þurfum greiðar samgöngur af því að við erum eiland. Við erum með hrjóstrutt land og þurfum góða samgöngur innanlands. Þannig að við stöndum vel að vígi til að fá sér lausnir og mér finnst alveg sjálfsagt að við látum reyna á það. Við segjum gamall kennari minn kendi mér það snemma á lífsleiðinni þegar ég var í listnáminu í gamla daga og maður þyrfti svona að leita á náðir einhverja til þess að komast áfram og hann sagði aldrei að segja nei fyrir hún færði nei. Og maður fannst þetta lítilsetning sem ég nýtt mér í lífinu að ekki gefa mér það eitthvað sé nei fyrir en ég búinn að spyrja og fá neið og oftast fæ ég það ekki, ég fæ yfirleitt já. Þannig að mér finnst alveg sjálfsagt við látum reyna á þennan samning sem að við munum síðan alveg velja að hafna eða meðtaka. En sérlausnir við erum í svona bara í kjörstöðu til þess að fara fram á ýmsar sérlausnir sem hentar okkur og talandi bændur. Ég held að landbúnaður í Íslandi eigi eftir að njóta mjög góðs af því ef að við náum góðum samningi við Evrópusambandið. Ég held að bændur muni flyttjast á kjörstað og segja já við samningnum sjálfum þegar það kemur. Ég samfærður það og það aldrei svona framhald af þessu, þá þetta nefnilega, þetta rétt sem þú segir, með sérlausnir en ekki undanþágur og það hefur hvert einasta ríki sem hefur samið aðild að Evrópusambandinu og forveran þess fengið sérlausnir byggt á kröfugerð grundvallar hagsmuni. Þetta aldrei gaman að því nú er Morgunblaðið og stjórnarandstaðan í miklu uppnámi yfir því að utanríkisráðherra sagðist telja líklegt að Evrópusambandi vildi taka upp íslenska fiskveiðikerfið og að sjávarútvegskommissarinn yrði íslenskur og því haldið fram að þetta get ekki verið hafa verið rætt nema bara því að samningaviðræður séu formlega hafnar. Ég fór til Brussel ásamt hópi íslenskra blaðamanna, man ekki hvort það var 2010 eða 11 þegar samningaviðræður voru í gangi og hitti þar menn við fengum að hitta frekar háttsetta menn meðal annars úr sjávarútvegs svona arminum þarna og við vorum að spyrja út í það en þýðir nokkuð fyrir okkur að semja, getum við okkar samið í sjávarútvegi og hann sagði, skulu átt okkur á því þið eru náttúrulega með þessar hlutfallslegu stöðuleikareglu sem þýðir að það fer enginn inn í að veiða í íslensku fiskveiðilögsunni sögunni. Hann sagði, síðan eru þið kennslubókardæmi Íslendingar það hvernig hægt að reka fiskveiðistjórnunarkerfi, hvernig hægt að stunda sjálfbærar veiðar og vernda stofna þannig að ESB mun horfa mikið til ykkar stefnu og það verður alveg klárt mál að þið verið beinir að skaffa okkur sjávarútvegskommissarinn. Þetta sagði þetta þá 15 árum og þetta var nú ekki formlegar aðildarviðræður sem ég var að stunda þarna. Þú var ekki staðið þeim, ég var ekki verið í nefndinni. Þetta er bara að tengja þér stöðuna. Verður þú þessi sjávarútvegskommissar. En úr þessari áhugaverðu umræðu langar mig að fara inn í ég veit ekki hvort það búið að sýna það viðtal þegar reynsluboltarnir eru sýndir í kvöld eða hvort það verður síðar í kvöld á dagskráni en sem sagt fyrr í dag þá ræddi ég við Hilmar Þór Hilmarsson prófessor við Háskólann á Akureyri sem hefur mikið starfað í Ríka undanfarið og mjög vel að sér í alþjóðastjórnmálum. Ég held hann sé eins og þú Ólafur, ég held hann sé hagfræði menntaður í grunninn. Já. Og hann segir að það séu
óþægilega svona margar spurningar heimskreppu núna sem geti verið uppi og áhrifin hér náttúrulega eins og öll önnur lönd áburðarverð að hækka mjög hressilega. Olían náttúrulega að fara sína leið vegna Íransstríðsins og allt það og hann segir að sú sviðsmynd sjálfur mögulega að komi holskefla verðhækkana hingað til lands. Við náttúrulega þurfum svo mikið utanfrá. Kreppu verðbólga, atvinnuleysi að aukast og verðbólga á sama tíma og það verður að viðurkennast að svona miða við hagstjórnina í augnablikinu þá finnst manni ríkisstjórnin ekki alveg sigla traustu flegi, mér finnst hún ekki hafa mikinn trúverðuleika í aðgerðum. Við sáum Spánverja leiftursnöggt lækka skatta og koma móts við breytta tíma meðal annars vegna Íransstríðsins og svona. Hér okkur svolítið sagt að bíða Seðlabankinn áfram með sitt sturlun en fær enga hjálp. Við getum treyst því að Seðlabankinn mun bregðast mjög hart við og hækka vexti myndarlega ef að erlenda verðhækkanir fara að koma í meiri mæli til landsins. Akkurat, í hvað stefnum við og hvað eru stjórnvöld að gera til þess að leysa þessa stöðu? Já, það náttúrulega ekki mitt að svara því. Það eru konar kröfur að ég held nú að það hefði verið afnumin all þessi gjöld á eldsneyti áramót. En það er auðvitað hægt að krukka í kannski virðisaukaskattinn eða eitthvað svoleiðis. Olíufélögin hækka sjálfgrímt. Já, en sko, þau gera það. Það er alltaf, það er enga byrði til landinu þegar olíu Nei, það er leið og hækkar, en svo er alltaf mikla byrðir að lækkar, það þarf að vinna á þeim. Þú veist, það er svo margt sem blandast inn í þetta og olían er bara ekki gott dæmi, en þess að fyrsta lagi, við höfum ekkert það að segja, þú veist, þetta er á heimsmarkað, þetta er eitthvað út í heimi. Öðru lagi er þetta náttúrulega vara sem við eigum mjög aktíft að vera að reyna að losa okkur undan og hún stjórnar ofboðslega miklu og þá er ég ekki að tala bara í loftslaginu og öllu því sem hún bara mikill skaðvaldur. Hún stjórnar bara, ef við bara horfum á sögu síðustu 150 ára er olía sennilega sá þáttur sem bara er einna áhrifamestur. Bara hvar hún er, hverjir eigana, hverjir vilja eigana, hverjir stjórna þeim sem þú veist eigana og allt þetta. Og bara því fyrr sem að við náum einhvers konar kolefnis hlutleysi og að nota aðra orkugjafa, því betra. En þetta er ekki eiginlega svari við spurningunni þinni sem efnahagsmálin hérna á Íslandi. Þess vegna er olían per se, fyrir mér er alltaf bara, nei, ég vil ekki lækka verðið á henni, ég vil að við hættum að nota hana. Og meðan hún er ódýr, þá munum við sem bara heimur, ekki bara Íslendingar, halda áfram að vera í þessari sturlun. Og núna erum við bara í heimi þar sem að, það er eitthvað svona testosterón eitrun hjá ráðamönnum í mjög mörgum löndum. Og við erum að horfa á bara svona svipaða, þetta er svona eins og sértrúarsöfnaða köld sem er í kringum þessa menn. Og ef einhver segir eitthvað þá er hann bara útskúðar þú veist, bara eins og í einhverjum bara trúarhópum sem við þekkjum og við höfum séð þetta allt áður í sögunni og auðvitað hefur þetta ástand þessi barátta og önnur svona bara ýmist aðrar blikur á lofti munu hafa efnahagslegar afleiðingar á Íslandi sem og annars þar í heiminum. Við munum einhvern veginn fylgja með. Ég held að það að einhvern veginn að reyna að lækka olíuverð eitthvað, þú veist, það er ekki rétta leiðin. Ég svo sem treysti Kristrúnu Frostadóttur bara alveg ágætlega í efnahagsmálum. Gerur það ennþá? Já, ég ger það. Og mér finnst hún vera alveg með augun á boltanum. Ég treysti alveg hvorki henni daða í augnablikinu. Hins vegar er það bara mjög margt sem að hún hefur ekki stjórn á. Já. Það er bara þetta þannig. Ég hef ákjörðinu. Ég held að sé rétt afstaða hjá ríkisstjórninni að rjúka ekki í að lækka skatta, segjum matarskatt, segjum einhverja skatta af eldsneyti og svoleiðis, vegna þess að
Ég held að það nær ekki gegn til neytenda. Við sáum það til dæmis að olíufélögin nýttu tækifærið áramótin og hækkuðu álagningu sína á móti. Það sem að, ég held að ríkisstjórnin sé að gera rétt. Það sem skiptir máli er að það er að skila afgangi á ríkissjóði. En á sama tíma verður náttúrulega bregðast við breytingum sem koma upp. Það er ekki endilega gott að vera með einhverja svona einhverja automatísk viðbröðs, svona ósjálfráð viðbröð, vegna þess að það er jafnvægi á ríkissjóði, það dregur úr verðbólguþrýstingi hér á Íslandi. Og það er eins gott að einhver, við verðum að gera það gegn ríkisfjármálin vegna þess að Seðlabankinn með vaxtastefnu sinni er að setja óbærilegan þrýsting á hagkerfið. Hann er að setja... Ætti stjórnin að gera eitthvað í því? Það er bara mjög erfitt að grípa í taumana. Þú ert með sjálfstæðan Seðlabanka og það er bara pínu prinsip sem við viljum halda í og það sem ósammála. 2 af 3 stjórnarflokkum styðja allar aðgerðir Seðlabankans í orði kveðinu, en Flokkur fólksins þau hjóla í hann. Já, ég tel að það sé mikið hættuspil ef að ríkisstjórn fer í stríð við Seðlabankan. Ég er þeirra skoðunar að Seðlabanki Íslands sé rangstæður í því sem hann er að gera. En viðbröðin við því verða að vera þau bara að gefa hjá ríkinu í þá átt að skila hallalausum fjárlögum og helst afgangi á fjárlögum vegna þess að það dregur úr spennu í hagkerfinu. Mér langar að koma hans bara aftur inn í það sem varst að ræða áðan, Björn, með lækkanir á til dæmis á eldsneyti og matarskatt og svo framvegis. Þá var viðtal við forseta ASÍ daginn einmitt þetta og hann dró nú eiginlega fæturnar að taka undir að það væri góð aðgerð vegna þess að við búum í slíku þjóðarsamfélagi sem við búum, eins og ég var að tala íslensku glæpamenn á það sem er að ræna erlend vinnu laununum sínum og svíkja þau ýmis réttindi. Við erum svo ofurseld fákeppni og einokun hér, til dæmis þó að sé eins og Ólafur bent á að sé búið að fella niður ýmis stjöld varðandi eldsneyti, þá er það bara olíufélögin sem hækka. Það eru þau sem hækka og þó að eins og forseta ASÍ var sem sett alveg viðbúin því að í svona örríkin sem við erum með þar sem smásölu markaðurinn er svona ofurseldur fáum aðilum sem eru bara með samkeppni nánast óþekkt fyrirbrigði, það eru með svona nánast verðsamráð, það munar 1 krónu í bónus og krónu á flestum öðrum að þeir myndu svo fljótlega draga sér þessa lækkun. Neytandi mun ekki finna fyrir því. Við þurfum, og ég tek alveg undir með orðum Ólafs, að ríkið þarf að beita öðrum brögðum heldur þessum og það er einmitt það að borga niður skuldir ríkisins fyrst. En svo náttúrulega var bara kom frétt í vikunni að það væri verið að bæta í hjá samkeppniseftirlitinu. Já, sem betur þess. Og það þú veist, í raun hef ég meiri trú á því en að lækka eitthvað, þú veist, virðisaukaskatt á matvæli 1 eða 2%. En allavega orðins, þegar maður heyrir prófessor Hilmar Þór tala líkur á heimskreppu, þá áttar maður sig á því að dagar vins og rosa þeir kunna vera liðnir hjá manni og eru þetta náttúrulega heimsmyndin er breytt frá því sem var. Mér langar aðeins bara svona klára þetta með Spánverjana að þeir eru ekki bara að lækka tankfylli á bensíni sem nemur 3.000 kall með breytingum, heldur vaskur lækkar á eldsneyti, rafmagn og gas, leigusölum bannað að hækka húsaleigu, fyrirtækjum sem njóta opinberra aðstoðar bannað að segja upp fólki. Þeir eru í allt öðruvísi umhverfi en ég ætla líka að vona að ríkisstjórnin sé með opið heilabú
og sé tilbúin að vera ekki eins og hestur hérna. En sko við, atvinnuástandið á Íslandi og Spáni er náttúrulega bara alveg tvennt ólíkt. Já, Hér erum við okkur líka bara að sjá og það er nú forsætisráðherra sem hefur vakið máls að því, ég var ekki búin að átta með því að þetta atvinnuleysi sem þó það er nánast bara hjá útlendingum og það finnst mér rosalega alvegst mál. Hvað við erum orðið bara skipt þjóðfélag. Og það er mér bara í raun og veru, já. Erlenda vinnuafl sem atvinnuvega uppbygging okkar síðari ár, það ekki? Það er bara atvinnuvega uppbygging okkar síðari ár, þetta ekki? Þetta hefur byggt voðalega mikið á því að við erum að flytja inn láglaunastörf. Já, akkurat. Það er bara þannig. Við erum bara verið að því síðustu svona 10-15 ári. Oft á tíð. Er að skúra gólfin okkar. Það þurfti Þóru Kristínu, blaðamann hérna, til þess að fá nokkur að vikna jobb á Skessuhorni til þess að flytja okkur fréttir á því að einhver skurðlæknir eða sérfræðingur í læknastétt var að skúra og það var að þjóna til borðs. Já, þjóna til borðs og það var ánægjulegt þegar heyrist að því að Landspítalinn hefði sett sig í sambandið. Eina af þessum skemmtilegu, fallegu fréttum sem vonandi enda vel. Senda Þóru víðar land. Já, ég sammála því. Hún er stjórn samstöðurinnar. Þannig að við njótum kraftanum hér. Ég meina, þetta er bara þannig og líka bara að við fólkið í forréttindastöðinni á þessu landi á mörguleiti þú veist, við áttum okkur ekkert endilega á þessu fyrir að það kemur svona frétt. Þú veist, við erum ekkert að spyrja alla sem að við sjáum skúra eitthvað staðar eða afgreiða hver er þín bakgrunnur? Veist, það var gerð eitthvað könnun meðal fólk sem hefur flyttið til lands og verið að búa með okkur. Hvort þau hefðu komið inn á íslenskt heimili. Já. Ég held að það hafi verið innan við 10%. Já. Sem hefðu komið inn á íslenskt heimili. Já, sláandi. Forréttindi eru þeim síst sýnileg sem njóta þeirra. Akkurat, það er nefnilega svolítið þannig. En því miður það var nú tíminn að hlaupa frá okkur. Mér langar svona aðeins kannski bara í lokin að þetta er nú síðasti þáttur reynsluboltana fyrir páska. Og já, þetta er skellur þetta er skellur en svona bara ef við fæ að skilja við ykkur á dægurnótum förum út úr fréttahamnum og svona áskorunum og bara yfir í tilhugsunum páskafrí og svoleiðis, hvernig farið þið að því að hlaða rafhlöðurnar í fríum því að líf okkar kallar ofta á ansi mikla streitu svona. Já, ég held að við slökum á. Ég á miða á Víking Heiðar páskana. Já, ég líka. Já, ég á miða. Við forréttinda fólki verðum alltaf. Ég veit ekki það reynda sko. Ég ætla að bjóða mömmu minni. Mér stundu að pynta og tala frí nefnilega sko. Það er 2 ár síðan núna að ég ákvað að hætta í föstu starfi og átti inni orlof. Þannig að þetta byrjaði ég á að fara í orlof. Já. Og það var ekki fyrir ári síðar sem ég áttaði mig á að ég var ekki lengur í orlofi. Þannig að ég er ekki alveg áttað mig hvað er vinna og hvað er frí, sko. Þannig að þetta rennur dálítið saman í eitt hjá manni, sko, því að maður er alltaf í vinnunni og þegar maður er með sko, þetta tæki og tölvuna og net, þá getur maður verið að vinna hvað sem er. En mér, það var gott samt, sko. Ég er nýlega orðin afi. Nei, til hamingju. Takk fyrir það. Er það í fyrsta skipti? Fyrsta skipti. Glæsilegt. Já. Og hún á öðru barnabarni í sumar. Frábært. Og það, maður reynir nú að hvert tækifæri, sko, að hitta litla afastrákin. Sko. Talandi með eitthvað sem getur hlaðið rafhlöðurnar hjá manni. Það er nú bara besta kvistið. Já, röbbitinn. Það eru til fleiri leiðir. En þið ætlið semst að njóta tónlistar og kannski verður þetta að fara að skíði. Hitta fólk og skíði kannski. Ég ætla að skerpa til sítilegar. Já, sko. Ég ætla aðeins að tala við mafjuna þar. Þetta pening. Það er komið bullandi vor, er það ekki? Jú, það er komið vor. Á sama tíma og morgun er einhver mesti ílluðuris kvellur í kortunum bara. Ég bara allan veit. Það er ekki guðlaðurinn, hún er appelsín. Hún er bara eins og Trump.
Eins og Trump. Heyrðu, það Þetta er bara verður samt loka ekki svo orðið í slæmt. hættinu. Bara viðvörunin er eins og Trump á litin á morgun. En kæra þakkir Viðar, Margrét og Ólafur, gaman að fá ykkur öll að þessu borðið og ég vona að þið haldið áfram að koma og hjálpa okkur að skilja og greina heiminn. Takk fyrir. Takk fyrir leðis. Og áfram nýr kafli eftir andartak, ekki fara langt. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð Samstöðina.